Við erum hér í viku 9 í Veffrötun 1 2025 og námsefni vikunar eru einingar eða modules, forritun á vef, DOM og atburðir eða events. En það sem við ætlum að byrja á að gera er að halda áfram með verkefni 7 frá því senstu viku og svona aðeins að halda áfram að kynnast JavaScript sem forritunarmáli og síðan ætlum við að fara yfir verkefni 8. Ég ætlaði að setja fyrir hópverkefni 2 í þessari viku en ég ætla bara að gera það í næstu viku og þá rímar það bara við skilin á hópverkefni 1. En það verður bara mjög keimlíkt. Eina sem er hérna er að þessi hérna skiladagur geti þá hugsanlega bara færst yfir í senustu viku. Þannig að þið hafið þá jafn mikinn tíma og þetta hérna gerir ráð fyrir til þess að vinna verkefnið. En við erum núna að fara yfir í svona seinni hálfleika á námskeiðinu að það eru skilaverkefni núna næstu vikur. Þannig að skilaverkefni 7 á fimmtudaginn og svo verkefni 8 næsta fimmtudag og svo verkefni 9 þar á eftir og svo verkefni 10 þarna í byrjun nóvember. Og já. En ef við kíkjum aðeins á það sem við vorum að gera hérna í seinasta tíma, þá vorum við að bæta við hérna, við vorum aðeins að tala þessar týpur í JavaScript og hvernig þær eru ekki á breytum eða á argumentum sem komin í föll, heldur á gildunum sem kom inn. Og við getum kannski byrjað að spá í því aðeins hérna. Ásamt því að skoða aðeins hvað þetta JS-doc hérna er að segja okkur. En það kom hins vegar ein góð spurning hérna fyrst sem er í raun þetta með semikomuna og til dæmis eins og hérna má ég setja semikomu eða ekki og hérna má ég sleppa henni eða ekki og það hefur ekki áhrif á keyrslu forritsins af því að JavaScript sem forritunarmál hefur automatic semicolon insertion algoritma sem að horfir á forritið sem á að túlka og bæti við semikomum þar sem að þarf til þess að í raun að það sé rétt forritið. En ef við viljum vera alveg pottþétt á því að við séum í raun að skrifa rétt forritin og það sé ekki eitthvað svona einhver algoritmi þarna sem er að bæta sig við, þá getum við skrifað semikomundur okkar bara explicitly, bara settar nákvæmlega inn þar sem við viljum setja þær inn. En svo er hérna eins og ég gleymi því oft og þá hefur það engin áhrif þannig séð. En hérna það er í raun bara mismunandi hvernig fólk vill gera þetta og þegar maður er búinn að setja upp svona með ESLint og Prettier þá er þetta yfirleitt sett þannig upp að það er bara búið að ákveða hvernig svona kóðastílinn á að vera og þetta gerist sjálfkrafa fyrir mann á annarkvort í linting skrefinu eða þegar við vistum skráðnar. Við skoðum það eins í næstu viku þegar við skoðum að setja þetta upp með svona tækjum og tólum með þess að við bara setja upp í Parcel eða hvort, já, og með ESLint og hérna Prettier sem er partur af verkefni 8. En ok, hvað hérna, ef við horfum á þetta hér sem við höfum hérna í fallinu, stakkum þetta aðeins, að hvað erum við að gera hérna, eða hvað haldið að við séum að gera hérna? Við erum að búa til fall og skilgreina það og við erum að setja skjölun sem skjalar bara hvað fallið gerir. En hvað haldið að þetta hér geri? Leyfir okkur að túlka að gerðin á gildinu sem kemur hún í input er af ákveðinni týpu. Þetta er gert sem athugasemd, ekki sem partur af forritunarmálinu. Þannig að núna ef ég held hérna yfir, þá segir Visual Studio Code mér að signaturið, signaturið á fallinu, hvernig, hvað það tekur inn og hverju það skilar, sé skilgreint.
Þannig þetta fall sem heitir þetta, það tekur við einni breytu sem heitir input af gerðinni unknown og það skilar number sem skilagildi. Og síðan segir það bara hérna skjölunina á því hvað falli gerir, skjölunina á inputinu sjálfu, sem þá texti verkefnis, ætti að vera strengur. En út frá þessu sem við tölum í senasta tíma, ég veit ekki að það sé ekki strengur. Og svo kemur hérna ný stærð verkefnalistans sem þá skilagildið. Og þá get ég farið hérna í þetta þar sem við vorum í raun að horfa bara á forritið sem við tölum við það í gegnum konsólið. Við erum bara að kalla í það og búa til eitthvað ekki í gegnum vefinn sjálfan, heldur bara í gegnum vafran. Þannig ef ég geri, create to-do item og ég segi fyrirlestur 9 og svo segi ég list, þá fáum við hérna F9 ekki búið, ok, flott, en svo ger ég svona og það bara fínt. Við sjáum líka að ég fæ undefined tilbaka, ég fæ ekki number eins og ég sagði að væri skilagildið. Og svo segi ég list og þá fæ ég hérna græn litað 9999 ekki búið. Þannig hvað þetta hérna, bara þessi birting að gefa til kynna? Hvað í raun, hvert gildi þess items sem við settum í arrayið hér? Já, þannig að það number, en við gerum ráð fyrir að það ætti að vera strengur. Þannig að ég í raun að senda inn tölu og það bætt við eitthvað sem við erum að segja, hei, ég var að forrita það og ég hugsa að það alltaf strengur hér. Þannig að hvað gerist þá ef ég geri null? Bætist bara við. Og null ekki búið. Þannig að null sem bara eitthvað, það ekkert gildi. Og sama með ef ég segi false. False ekki búið. Og hvað ef ég gerir bara, að því að eins og ég sagði, þetta bara getur verið hvað sem foo bar ASDF 999. Þetta bara einhver object. Þetta bara hvaða gildi sem að því að gildi í JavaScript hafa típu. Og það getur verið af þessum gerðum sem við tölum í senast tíma. Strengur, tala, boolean, false eða true, null, ekkert gildi, undefined, ekki búið að skilgreina gildi, object eða array. Þannig að það eðlilegt að ég geti sendt bara inn hvað sem inn í forritið eða inn í fallið og það sé túlkað bara svona? Já, ef ég búinn að segja hérna texti verkefnis ætti að vera strengur, hvernig túlkum við að það kemur ekki strengur? Hvað þýðir það að senda object og setja object í innan to-do list okkar sem við höfum alltaf hugsað að það ætti bara að vera texti? Það ekki merkingaleysa? Það ekki bara, ef það ekki strengur, þá það í raun villa. Enga skoðunum? Megar ekki sens, skiptir ekki máli? En það getur skipt máli að því á einhverju tímabúti geti ég sagt hérna til dæmis, ég ætla að segja að ég ætla að hafa allan to-do lista minn í lowercase. Og ég ætla að kalla í to lowercase sem við skoðum aðeins í senast tíma og ég sendi eitthvað svona og ég segi to lowercase og það fall á streng, þá fæ ég strengin sem lowercase. Ok? Ef ég vissi þetta svona, hvað gæti gerst núna? Já. Já,
og þá það ekki í raun þessar tvær típur af villum sem ég sýndi ykkur aðeins í seinsta tíma. Ein sem gerist, ég skrifa bara vitlausan syntax, ég skrifa bara ég opna fall en ég loka það aldrei, og þá ekki hægt að túlka fallið af því að það ekki hægt að þátta eða parsa það, þannig að það í raun bara kyrsluvilla, eða það þáttunarvilla. Svo hinn gerðin kyrsluvillur sem gerast þegar ég að keyra forritið og ég reyni að gera eitthvað, eins og núna ég segi hérna create to do item á þetta og ég geri, skrifum bara list, það auðveldur hérna, og ég fæ bara F9 og ég segi fyrirlestur 9 og þá fæ ég fyrirlestur 9. En hvað gerist núna? Það þetta spoiler alert í svarinu sem kemur hérna, að ég keyri þetta og ég fæ type error. Þannig að þarna allt í einu hættir þetta að vera bara eitthvað, skiptir þetta okkur máli, þetta ekki bara allt í góðu? Af því að ef við tökum bara við öllu en höldum að þetta sé strengur og látum eins og þetta sé strengur í gegnum allt sem við gerum við gildið sem kemur inn, þá getum við búið til möguleika á því að við fáum kyrsluvillur. Og þær hættulegustu í JavaScript. Að við bara segjum, já, þetta flott, auðvitað senda allir mér strengin í þetta, eða tölu, eða boolean, en ef ég athuga það ekki og staðfesti það ekki, þá ekkert eins og compilerinn í Java sem stoppar fólk í að actually senda það. Og þess vegna getið þið fengið, til dæmis, ef þið einhvern veginn verið að skoða vefinn og hefði fengið nan, 2.nan, þegar eitthvað klukka, það gerist oft þegar eitthvað, að þá kemur tilbaka eitthvað gildi sem á að vera, hér á auðvitað að vera dagsetning, og svo kemur tilbaka ekki dagsetning, og þá bara haldið áfram að formita eins og að vera dagsetning, og þá kemur eitthvað sem svona nan, 2.nan, sem dagsetning á einhverjum viðburði. Eða það kemur bara villa, þið sjáu bara villu, það kemur hvítur skjára þegar JavaScript kerði ekki, eða þið ítið á takk og ekkert gerist, út af því að á einhverju tímapunkti var gert ráð fyrir að eitthvað væri af einhverju típu, en það af annarri típu og forritið bara klikkar. Og þá svona, ok, þarf maður þá alltaf að vera bara eitthvað rosalega mikið að muna og passa og eitthvað svona. Já, eða maður getur líka notað svona hluti sem segir þá hérna, ég bara að horfast í augu við það að þetta sé hugsanlega, þetta bara unknown. Og unknown bara hvað sem löglegt í JavaScript. Og þá get ég sagt hérna, item verður þá text unknown finished boolean. Út af því að þá hún að segja, heldur hún bara áfram og segir, já, ok, ritillinn, Waffles code, sér að þetta hérna unknown og segir það bara, þetta unknown. En svo erum við með to-do list hérna, og þegar ég bjóð það til hérna, þá segi ég að to-do list eigi að vera af gerðinni to-do item bracket, sem segir það að vera fylki af objektinu to-do item. Og to-do item skilgreint hérna fyrir ofan, að það á að vera strengur og boolean fyrir finished. Ok, fínt, ég meina, ok, og hvað með það? Þá ef ég fer núna og kveiki á þessu check.js í Visual Studio Code, þá get ég fengið aðstoð frá ritlinum sem hjálpa mér að passa upp á að ég ger ekki svona mistök. En þá fer ég og segi settings, open settings UI, leita hérna check.js og þá kemur hérna enable, disable semantic checking of JavaScript files. Svo þetta að setja eitthvað svona config til að gera þetta, en við kveikjum að þessu og þá fyrir við að skoða hérna og þá erum við allir komið með svona villur í kóðan hérna. Og þá get ég farið og sagt hérna í view problems og þá fæ ég a function whose declared type is neither undefined must return a value. Og þá segir hún hérna, þessi hérna búin að segja ég á að skila number en ég ekki að skila number, þannig að það ekki í lagi.
og svo segir hún hérna argument of type text unknown finished boolean is not assignable to parameter of type to do item. Ég vil líka hofra yfir þetta hérna. Type of property text are incompatible. Type unknown is not assignable to type string. Þannig að við getum ekki sagt að unknown, við getum ekki þrengt það niður í streng. Þannig að ef þið farið að skoða og farið í forritunarmál áfangan, þá getum við farið að skoða svona hvað að typekasta og hvernig getum við narróa týpur og hvernig þau fræði eru. En það sem við þurfum í raun að gera hérna er þá núna að segja ég er með einhverjar villur út frá gefnum forsendum. En við getum byrjað að laga hérna eins og til push scalar number og þá getum við segja hérna appends new elements to the end of an array and returns the new length of the array. Ok, ef að arrayið hérna er að túlka lengd verkefnalistan okkar, hvernig getum við þá lagað return gildis villun okkar sem á að skila stærð verkefnalistans? Nú erum við að segja þetta á að skila tölu og ef við munum, ef það er ekki skilgreint return gildi í falli í JavaScript þá skilar það undefined, þannig að við þurfum að Ég var bara komin skilgreina eitthvað. Já, skilgreina skilagildi, return-gildi. Hverju bæti ég við? Ef að push aðgerðin, þess að kallaði push á array, skilar nýrri lengd fylkisins, arrayinu, og við erum að segja að þetta array sem við erum að push inn í er verkefnalistun okkar, þannig að lengd verkefnalistun okkar er lengdin á fylkinu, þá til þess að laga það að ég vilji skila stærð verkefnalistans, þá þarf ég að skrifa bara return. Þannig að þá skila ég þessu út af því að þetta hérna skilar number og ég vil bara skila því áfram. Og þá sjáum við a function whose declared type is neither must return a value. Þannig að núna með því að returna þessu valjúi þá laga ég þessa villu. En það flækist aðeins hérna með þetta hér. Þannig ef ég segi hérna svona þá er þetta í lagi. Af því að núna er item texti sem er strengur og finished sem er boolean. Og það er það sem að þessi hérna þetta fylki vill. Er text í JavaScript alltaf í svona single quote? Ekki... Það má vera í single quote, double quotes eða svona backticks. Svona. Þannig að hann lesa það eins. Það er ekkert. Í þessu er það bara alltaf string. Það er ekki tilnefnt í þessu sem er tjara eða þannig. Nei. Það er bara ein típa fyrir strengi sem er bara string og það er bara ein típa fyrir tölu sem er bara number. Og er ekki að teka ein típa string er hægt að innihalda breytir og innrækja? Jú, þessi hérna backtick leiðin er með þessu string interpolation sem við tölum aðeins í seinasta tíma. Þannig ég get sagt hérna input. Og ég get líka sagt 1 + 1. Þannig að þetta hérna er hlutsegð sem er í raun skrifið inn í strengin. Þannig að strengurinn hérna yrði input 2. Ok. En við getum ekki gert þetta hérna því að við vitum ekki að input, við vitum ekki hvaða típa það er. Þannig að það sem við getum gert er í raun að ákveða núna að við erum í raun að búa til forritið okkar, þannig að hvernig hagar forritið sér okkar, hvernig tekur texta á við villur. Þannig að við getum gert í þessu getum við sagt hérna console log input er input og svo sýndi ég ykkur aðeins í seinasta tíma að við erum með virkjan typeof og typeof virkin tekur breytu eða gildi og segir okkur á hvaða típu hann er. En nú getum við sagt þetta hérna og ég get farið hérna og sagt create to do item 9 og þá segir hún input er
9 sem er number. Ef ég segi strengurinn ASDF, input er ASDF string. Þannig að ef að ég vil eingöngu leyfa forritið mitt taki við input sem er nákvæmlega strengur, hvað geti ég gert hér til þess að passa upp á það? Þannig að ég vil eingöngu að þessi hérna segð string sé í lagi. Þurfum við þá að nota eitthvað if statement eða eitthvað? Nákvæmlega. Þannig að þá getur ég sagt if hérna getur tekið þetta út. Þá getur ég tekið allt þetta hérna og sagt það hérna inn. Svona. Þannig að þá núna þá veit Visual Studio Code ég fór inn í þetta if statement á þeim forsendum að típan af input er strengur, þar af leiðandi er input strengur og þar af leiðandi er þetta hérna item textin er strengur og finnist er boolean. Og þá get ég sett þetta hérna inn af því að þá uppfyllir þetta þær kröfur að þetta to-do item típan sem ég er búinn að skilgreina þetta frá ofan, hún er rétt. En þá koma ein vandræði viðbót. Það number eða? Já, og þá er það, hvað gerum við ef við fáum ekki streng? Og það sem við erum að gera hérna er bara, við erum að hanna API, við erum að hanna Application Programming Interface. Við erum að segja hvernig á að kalli forritið okkar og hverju skilar það. Er þetta að pussa einhvern? Ætlaðu bara að returna einhverju tölu, bara, hvað finnst það? Já, hvað? Það er hægt að pússa engu, en hvað þýðir það? Ég veit það ekki, ég er bara forvitinn að vita hvað gerist eða gerir ef maður pussar einhvern. Ég pússa tóma iteminu á arrayið, þannig að það er bara arrayið. Tómt array. Já, getum við skilað hvaða tölu sem er? Já. Hvaða tala make sense? -1, það er í mörgum API-um, þá er -1 er case fyrir það að það varð einhver villa í inputinu eða í framkvæmd aðgerðina sem þú ert að gera. En viljum við gera eitthvað meira? Við getum sagt console error. Ekki bara búið eitthvað error kóða fyrir þetta? Já, það væri hægt. Það eru mörg API sem skil eitthvað -23. Þá getur flettið upp í einhverju, það þýðir þetta. Við getum gert svona. Þá getur ég farið hérna. Allt er góðu. Og þá sjáum við að nú fáum við töluna sem er fjöldi itemina í listanum okkar. Ef við gerum svona, þá fáum við -1. Input verður að vera strengur en var number. Það þarf ekki að segja else. Þannig að það er object líka, ég held að mér fannst að hafa sagt að það væri bara tvenna tegund string og number, en það er líka object. Það er líka object. Er fjórði hlutur eða bara string? Típurnar í JavaScript eru string, number, boolean, undefined, null, sem er samt object, object og array. Null verandi object er bara villa frá því að JavaScript var fyrst búið til og vefurinn og vafrarnir verandi eins og þeir eru, að þeir eru 100% backwards compatible, þá er ekki bara hægt að laga þetta út af því að það er búið að skrifa svo mörg forrit sem gerir ráð fyrir að null sé object. Þannig að bara hér erum við. Quirky, sætt, forritunarmál. Varstu með aðra spurningu? Nei, þú sagði ekki. Já, með else, já. Já. Mjög góð spurning. Og af hverju gerir það ekki? Já, út af því að það er return statement inn í if-inu. Þetta hér er kallað svona, return early. Þannig að við erum í raun að segja, ef ég fer inn í þessa if statement, þá mun hún alltaf skila. Þannig að þá þarf ég ekki að vera með else.
út af því að ef ég kemst út úr henni þá er ég að fara í else bransið. Jú, þannig að hún fallið hættir að keyra hérna og skilar. Þú getur alveg gert þetta. Eru turned á Wow. eins og break? Svipað, ekki alveg eins. Já. Og það er sama hérna. Þetta mun sannanlega alltaf skila, en þú veist, alltaf returna. Og þar alveg fáum við ekki villu hér. En ef ég gerir svona, þá verður þetta svona grátt út af því að þetta er unreachable code. Út af því að það er í raun, það er sannanlega, þetta mun alltaf annarkvort að fara hingað eða hingað. Og þá er oft sagt bara, þá getum við sleppt þessu og gert þetta svona til þess að gera kóðun okkar aðeins læsilegri, aðeins færri línur. Ok, þannig að núna erum við búin að kveikja á þessu check.js sem að leyfir okkur að passa upp á þetta og þá sjáum við hérna líka fleiri villur. Við erum með eitthvað toggle finished sem á að taka inn indexið á hérna, verkefninu okkar og merkja það klárað og við erum að segja hérna, við erum bara með undefined hér, þannig að það er ekki neitt. Þetta er í lagi og allt hérna. Þannig að nú erum við svona, já, sæmilegum stað. Við gerum eitthvað meira. Taka pásu og fara að skoða verkefni 8. Hvað segið þið? Halda aðeins áfram hér, taka svo eina pásu og halda áfram. Ég var þegar bara í pásu. Já, ok. Hvað segið þið hinn? Mér finnst það hitt sko. Hvað? Pásu núna. Pásu núna? Ok. Sammála? Yes. Tökum svona 10 mínútur pásu.